Við endum hann með hugmyndaflæði frá Jóni Guðmundsssyni sem einu sinni var kenndur við oss og núna í hugmyndaráðuneytinu. En ég ætla að sýna hér smá innslag. Þetta brot úr mynd sem verður frumsýnd í næstu viku og fjallar hið mikla ævintýri í kringum flugfélagið sem hét Loftleiðir og þar voru nú frumkvöðlar miklir á ferli, Alfreð Elíasson og fleiri. Þetta ævintýrasaga og svo endirinn á henni, hann náttúrulega dálítið sorglegur þegar kerfið á Íslandi sogar það inn til sín og svona tekur það í sinn kolkrabba arm. En við skulum sjá bútinn úr þessari mynd sem verður sýnd í næstu viku og mjög áhugaverð. Og Alfreð var alveg sérstaklega dugnaðar maður í sambandi við það að afla sér peninga. Ákveður, helbít ákveður. Hugaður og djarfur til ákvarðana. Til að auka atvinnumöguleika sína keyptu Alfreð Elíasson flugvélina sem sést á þessari kvikmynd en hún var af gerðinni Stinson Reliant. Svo það var ekki manna að gera að stofna Loftleiðir. Árangur Loftleiða var einstakur. 1968 aflaði félagið til að mynda ríflega þrefalt meiri tekna á Atlantshafinu en togarafloti Íslands samanlagður og voru með fjórfalt meiri markaðshlutdeild í Ameríkufluginu en flugleiðir hafa í dag. Menn unnu allt og gerðu allt sem að höndum bar. Það var ekkert verið að velta vöngum yfir hvorki launum eða degið að nóttu, það var bara unnið og þetta var hörkubardegi. Íslendingar gefast ekkert upp, þeir klára verkið og völsó þessu eftir á. Rekstur fyrirtækja var háður duttlungum stjórnmálamanna. Verð það satt að því sé að fara að kaupa Skæmastarflugvél og hvað er það á peningur til þess? Ég geti bara sagt þér það að við ætlum ekki að stela þeim frá Eimskipafélaginu. Veldi Eimskipafélagsins og flugfélagsins, það réði öllu. Það hafði bein tengsl inn á Alþingi. Loftleiðastrákarnir höfðu engan áhuga á að vera ríkisstyrktir smákongar með íslenska flugmarkaðinn í því. Heimurinn var þeirra markaðssvæði. Eftir stríð sömdu þjóðir heims flugsamgöngur og höfðu haftasjónarmið Breta betur gegn frelsissjónarmiðum Bandaríkjamanna. Þessir ekki langt að bíða að stóru ríkisflugfélögin í Evrópu reyndu að bregða fæti fyrir loftleiðir. Eftir því sem velgengni loftleiða jókst varð andstaðan hatramari. Ég tel að það hafi verið rétt og hafi orðið að sameina þessi tvö félög. Þetta var reiðarslag fyrir loftleiðir. Umsvif Flugfélags Íslands voru 20% af umsvifum loftleiða, en flugfélagsmenn voru ekki á því að verða áhrifalitlir í nýju fyrirtæki. Fyrir þeim vakti að ná eins stórum hlut í sameinuðu félagi með góðu eða illu. Ef þetta ekki þjófnaður, þá veit ég ekki hvað þjófnaður er.